Þannig að 3 marka sigur, það er alltaf númer 1, 2 og 3. Já, það var náttúrulega númer 1, 2 og 3 að klára þetta í dag. Þetta er búið að vera mjög skemmtilega vika. Maður er búin að vera bara alltaf undirbúning fyrir leik okkur meira stegi alla þessa viku. Þannig að þetta var svolítið svona hausinn og svona, já, bara, hvað ég segja, að bara mæta til leiks og vera tilbúnar að klára þetta. Ekkert svona sem sérstakur leikur, handboltalega séð, svona, já, mikið skora, kannski á kostnað varnarinnar. Er liðið orðið þreytt eftir þetta prógram sem þú voru í? Nei, ég get kannski ekki alveg sett þreyttar, en þetta er rosa mikið hausinn. Og hausinn var ekki alveg nógu vel fastur á okkur í dag og gerðum fullt af svona aula mistökum, fannst mér. Þú veist, ég grípa boltan, lélega sendingar, ekki að þjappa inn í vörnina, vantaði svolítið að við myndum þjappa bara og gera þetta almennilega eins og við erum búin að gera undanfarið. En við náðum svona börga þessu í seinna hálfleik á svona síðustu 5-10 mínútum, eitthvað svoleiðis. Á svona lulluðumst við áfram og náðum að redda þessu. Þið lendið 4-0 undir í upphafi, vinnið það fljótlega tilbakavísu, en já, leikurinn lengst af bara mjög spennandi. Já, ég meina Selfoss, þetta er hörkulið og það eru vel æfðar og eru náttúrulega betri með hverju árinu og þær gefast aldrei upp og halda alltaf áfram, þannig að það má ekki gefa eftir og maður má ekki mæta hérna og taka þetta með vinstri, það eru náttúrulega með hörkulið, þannig að þetta er bara töff og skemmtilegu leikur í dag. Þú tekur Hrafnhildi Hönnu í gæslu þarna í seinni hálfleiknum, fannst þér að hafa betri tökuleiknum þannig að taka hana svolítið út? Já, ég meina við þurftum að gera eitthvað til þess að klára leikinn út af því að við náttúrulega vorum hérna jaft eða einu undir eða eitthvað, þannig að við þurftum að breyta einhverju og það virkaði, við náðum að vinna nokkra bolta og komast hérna yfir sem betur fer. En já, við þurftum náttúrulega að gera einhverju breytingu og hún er náttúrulega mjög flottur leikmaður og góð skytta, þannig að það er ekki spurning að taka hann út. Þeir eru búin að jafna fram að stigum, fram á leik klukkan 4, ætlarðu að horfa á þann leik? Nei, ég held ekki, ég á afmæli í dag þannig að ég ætla bara að njóta dagsins. Já, það er svoleiðis. Já, til hamingju með afmælið. Takk fyrir. Takk fyrir það.